En sýningin Þetta er Laddi verður frumsýnd í Borgarleikhúsinu í kvöld en eins og nafnið gefur til kynna byggir hún á verkum Ladda eða Þórhalls Sigurðssonar sem er fyrir löngu orðin þjóðargersemi og almannaeign eins og aðstandendur sýningarinnar orða það. Vésteinn Örn er mættur í Borgarleikhúsið. Vésteinn, ég velti fyrir mér, átt þú þér einhverja uppáhalds Ladda-persónu? Jú, Margrét, ætlaði að sé ekki dengsi. Ég hafði hugsað mér að reyna við eftirhermuna en svo eru leikararnir hérna svona fara með línuna sínar og ég kæmi bara ekkert sérstaklega vel út úr þeim samanburði. Þannig að ég ætla bara að vinda mér upp að fólkinu bak við sýninguna. Byrjum á þér, Ólafur Egill, þú hefur gert nokkrar svona ævisögulegu sýningarnar. Er þetta svo best að hinga til? Maður er alltaf að reyna að gera betur, sko, en svo verður að passa að sjá þegar ég ger ekki betur en vel, þá getur farið verra en illa. En jú, ég stend með því. Þessi er nýjust og bestust. Og hvers má svona vænta í stuttu máli? Ég bara, laddera upp alla veggi, sko. Bara heiðursleikhús, gjörningur, stórsýning, sprell, gaman, fullt af konfetti, æðisleg músík og svo tökum við eitt lag saman í lokinu og allir fara glaðir heim. Það er mitt það, Vala, þú ert handritshöfundur og leikur í sýningunni. Hvert er þitt hlutverk? Ertu dengsi eða kannski Eiríkur Fjallar? Nei, ég er ekki svo heppin. Ég er bara ég sjálf, en það er svona einhvers skáldu útgáfa af sjálfur mér og virkar svona eins og gestgjafi eða veislustjóri og er svona að leiða fólk í gegnum söguna hans Ladda og er mjög upptekin af því að við fáum að vita líka svolítið mikið um líf hans og hann sem mannesku, ekki síður en persónurnar. Þannig að þú fer ekki bara í karakterina heldur sýnir okkur á bak við tjöldin svona? Já, og reyna að kafa svolítið djúpt eftir sannleikanum hver er Þórhallur Sigurðsson. Það er mitt það, Ólafur, það er frumsýning í kvöld, það var aðalæfing í gær. Hvernig var þessu tekið? Hvað hafði salurinn að segja? Það var bara staðið á fætur og lóatak og tekið svo fallega utan Ladda hérna í lokinu á sviðinu. Svona ef að marka má viðtökurnar í gær þá verður Laddi hérna í dálítinn tíma hérna upp á sviðinu, eða ég vona það. Það var alveg frábær stemming og fólk af öllum aldri og öllum kynslóðum sem stóð hlið við hlið og fór í gegnum hreyfingarnar í Súpermann og hló og grét pínulítið, bara smá í lokin. Það er mitt það, takk hérlega fyrir þetta bæði tvö. Já, það er einmitt svoleiðis. Við segjum þessu lokið hérna úr Borgarleikhúsinu. Já, sem ekki svoleiðis.